Það hugtak sem var notað og núna svolítið að detta úr tísku sem var fjölbreytileiki og þá var þessi hugsun að fjölbreytileiki samfélagsins og svo framvegis og svo búin til einhver svona gríla miðaldra hvíta karlinn sem var á móti fjölbreytileikarum. Núna fjölbreytileiki ekki jafn mikið umræðunum var bara fyrir örfáum árum síðan og hluti af því að fólk átta sig á að fjölbreytileiki í menningarlegu tilliti hann gengur að einhver ákveðnu marki en ef hann fer fram úr því marki að þá hrynur samfélagið og menn hafa séð það eftir því sem að þessi innflytjenda straumur einkum og aðalega frá múslimaríkjum og það ástæða fyrir því. Ef við bara tökum Ísland sem við þekkjum báðir og hlustendur okkarlega vel. Við höfum frá EES-samningnum tekið á móti tugum þúsunda austur-Evrópumanna. Meir og minna bara fellur þetta inn í Íslands samfélagi, það kemur áfallalaust, það kemur álaga innviðina því við höfum kannski ekki alveg byggt upp skóla og heilbrigðiskerfi til að taka móti þessari fjölgun, en almennt þetta fólk bara fellur að íslensku samfélagi, önnur kynslóðin verður Íslendingar og svo framvegis. Ja, alveg örugglega þriðja. Já. Svo það múslimanir og þeir hafa sýnt það, Norðurlöndum, Vestur-Evrópu. Þeir bara samlegast ekki. Þeir búa til eigin gettó, þess að þeir vilja jafnvel hafa sharia lög, segðu orðinu nógu margir, og þeir eru með stefnuskrá, kallu dæfa, að taka yfir samfélög þess að þeir ná fótfestu. Innleiða múslimsgildi. Og múslimar og trúarmenning þeirra gengur út á að trúmál séu samfélagsmál. Fyrir okkur á Vesturlöndum að núna, þá það bara þitt engamál, hvort þú sér trúaður, vantrúaður eða hvað sem Í múslimsku samfélögum þá afgerandi meirihluti fyrir því að ef einhver segir sig frá trúnni, þá sé réttræpur. Þeir eru bara á öðrum stað í tilverunni og þetta það sem að fólk að sjá æ betur í Evrópu og Norðurlöndunum og á Íslandi að fjölbreytileiki ef við höfum opingáttastefnu inn í landið, þá verður fjölbreytileikin alþjóðlegur, allt það sem heitir íslenskt tapast. Og þetta frakkar að sjá, þetta þjóðverðar að sjá, það þessi sterka hægri sveifla í Evrópu, í síðustu Evrópuþingkosningum og þess vegna núna Frakkland að fara í kosningar og það eru tvö öfl, Macron á miðjunni forseti og hann með ákveðið stjórnmálaöfl og svo Mélenchon á vinstri og Le Pen til hægri og það eru þau sem eru mest spennandi, þau eru það bil vinstri og hægrið komið þar í samstöðu sambandi við innflytjendamál, merkilegt nokk. Af því að þessi vinstri menn í Mélenchon og þar, þeir hugsa og segja upp átt. Ég meina, ef við erum með opingáttastefnu þá getum við gleymt því að bæta lífeyriskjör almennings, heilbrigðiskerfis, því að í múslimaríkjum þá fólk að flýja þriðja heims ástand meir og minna og kemur hingað í vestræna velferð og hvað gerist? Jú, Danir sáu þetta eiginlega fyrstir í Vestur-Evrópu, þess vegna fóru þeir að marka á stefnu, þú kemur ekki til Danmerkur til að setjast upp á velferðina, þú kemur til að vinna, þannig að þið sem ætlið að setjast upp verði heima.